Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu í beina útsendingu á Samstöðinni á föstudags eftirmiðdegi 30. ágúst og þetta svokallaður vikuskammtur þar sem að við svona förum yfir nokkrar fréttir vikunar og bara ræðum svona röflum og röbbum frjálst út frá fréttapunktunum. Við erum ekki beinlínis að afgreiða nein mál og við ætlum bara reyna að taka því létt á milli þess að við svona hendum okkur í djúpið og til mín eru komnir góðir gestir. Það Þorgeir Sigurðsson, rafmagnsverkfræðingur og doktor í málfræði og félagi í Reykjavíkur Akademíunni. Velkomin. Og takk. Haukur Már Helgason, rithöfundur. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins og mannfræðingur. Rebekka Atla Ragnarsdóttir, rithöfundur, listamaður, hugsanlega listfræðingur. Já. Ég kynnti þessi listfræðing en svo sagði að það mætti ekki nota að veri hvað lög... Það lögvernda starfsheiti. Ég bara með BA í listfræði, þannig að ég ekki beint listfræðingur, en samt svona eiginlega. Já. Getur ég ekki sagt það? Það getur verið smá andófi, það bara kallaði listfræðing. Já, ég ætla að vera í andófið. Ef þú ert ekki það mjög svona myndlistarlegt. Já. Hvað fannst ykkur svona punktana sem að ég sendi, þetta rosalega skrítið að ætla að tína til helstu fréttir vikunar, af því að til dæmis fannst mér vera ein helsta fréttin var að Sigurður Ingi hafi sagt að það var í genunum og Íslendingum að ég man ekki hvað hann sagði, en ég ætlaði að finna það. Verðbólgan var í genunum, já. Og ég fann til dæmis hvergi þá frétt og hvar var öll þessi umræða sem að hvað hafa verið þetta mál. Ég fann hins var sem sagt þessa fyrirsögn: Greta reið pari nærri því að fullu óku bíl og bólakaf í miðjum klíðum. Þetta bara svona smellibeita. Þetta bara smellibeita og nýtt ostasafn í París sem tengir fólk við fortíðina. Og það það voru hugsað, það svo margt einmitt þegar maður að reyna að átta sig á svona samhengi og einhverju skipti máli. Ef maður að leita fljótt yfir þá maður mjög auðveldlega tekin út af sporinu. En það var nú kannski mest áberandi var það ekki að þetta með annars vegar jökulinn, slysið á jöklinum, það svona líklega kannski stór frétt og svo þetta hnífa. Já. Þetta svona slys og ofbeldi sem svona oft flokkaði sem stærstu fréttir. Ég stanna eins og Sigurður Ingi var að skella skuldinu almenning með þessum athugasemdum sínum eða með því að segja þetta bara í beinni. Einhvern veginn að það væri vandi landsmanna, einhvern veginn að vera ekki eitthvað öflugur í því að sætta sig við þetta ástand eða að segja eitthvað, en hann hann ekki fjármálaráðherra núna eða þetta maðurinn sem á einmitt að vera að sjá þessa vinnu sem hann ekki að gera og mér fannst athyglisvert svona umræða DNA og eitthvað sé eðli okkar og þá fór ég einmitt að hugsa bara út frá því sem ég var að skoða í mannfræðinni, þá var ég að skoða kynþáttahyggju og fór að hugsa einhvern veginn bara það ekki hægt að segja að einhver svona hegðun sé eðlislæg eftir uppruna eða kyni eða þjóðerni eða eitthvað svoleiðis þannig ég fór bara beint í þær pælingar Ef eitthvað típist Íslands þá það þessi viðbrögð hans eiginlega. Já. Þetta svona mest eiginlega, þetta svo innilega ekki þetta ekki svona hvað segja í tísku eða þetta ekki svona sú orðræði sem að okkur finnst vera svona heillavænleg núna. Það nokkuð að vera að leita í þessa gömlu eðlishyggju? Nei, þetta svolítið tímaskekkja finnst manni. Er það ekki? Jú. Að tala svona. En þetta ekki líka dæmigert fyrir þetta að skella skuldir einmitt á þá sem núna sem sagt nýjar rannsóknir vörðu og fleiri sem að sýna fram á það að það eru miklu fleiri heimili á Íslandi sem ná ekki endum saman. Já. Og þá það svona fyrstu viðbrögð að það sé bara þeim sjálfum að kenna. Hvað segir þú þetta, Þorgeir? Já, það náttúrulega satt að verðbólgan svolítið verðbólguvæntingum, en það ekki bara skynsemi Íslendinga í genunum ennþá? Við treystum honum ekki. Treystum ekki hverju? Stjórninni, við ætlum ekki að trúa því, við trúum því ekki að þeir ráði við verðbólguna. Þeir hafa aldrei gert það, okkur eftir að gera það núna. Þannig að þú vilt nú samt alveg halda þig við þarna genetíkina? Já, það þarf allavega það þarf að sýna okkur það að ég held reyndar að fjármála
fræðin sé ekkert með flókin, það er hægt að vinna buga verðbólgu með því að minnka peningamagn í umferð, minnka útgjöld ríkisins og annað. Það er bara ekki gert. Það er hægt að hækka vexti, það er eitt af því sem hægt að gera, en það er hægt að gera margt annað. Varst þú svona bara, þegar Sigurður Ingi segir þetta, þá slóðaði ekki mjög svona illa? Ég segi bara eins og sanna, hann er að vísa frá sér, hann er sjálfur sá sem á að sanna og sína að þetta sé hægt, hann stjórnar þessu, hann getur alveg stjórnað þessu. Auðvitað erum við búin að vera lengi með vanhæfa ríkisstjórnir og við erum búin að vera með óða verðbólgu og seðlabankastjóra sem ekki var ráðið við eitt eða neitt. Svo að okkur vantar, ef við erum að fara að treysta mönnum, þá þurfum við að vinna sér inn traust. En er stjórnvöldum að mistakast eða er þetta sko ásenningsverk? Það er náttúrulega, ég er alveg hræðilega lélegur í hagfræðilegum álitaefnum en ég tek mark á fullyrðingum og greiningum að sko það sé gríðarleg eignatilfærsla sem eigi sér stað í þessu ástandi. Og sú eignatilfærsla virðist nógu mikið í takt við þá hagsmuni sem að ráða för hjá aðilum þessar ríkisstjórnar til að maður er ekki endilega tilbúin að líta á það sem þannig að þeim sé bara að mista þau vilja ráða við það en kunni það ekki að takist það ekki heldur sé vanti kannski hvatan til að vera að minnsta kosti alvara. Okkur dettur þetta í huga því að það eru menn sem að sitja uppi til dæmis með mjög mikið íbúðum, fjárfestar sem þeir vilja selja á hærra verði. Þess vegna vilja þeirra seðlabankastjórinn lækki vextina, það kostar verðbólgu. Þá losna þeir við íbúðunar en þá hærra verði og svo byrja það að byrja aftur meiri verðbólgu og hærri vexti og auðvitað eru það hagsmunir. En ég hef bara ekki alveg vita á þessu, ég bara veit að það er alveg hægt að ráða við verðbólgu. Það er ekki DNA í þjóðarnarsræðu því. Mér finnst einhvern veginn eins og við verðum að skauta rosalega hratt út frá verðbólgu umræðinni eða einhvern veginn svona förum við ekki þá svolítið á bólakaf bara í verðbólgunum. Mér langaði eiginlega bara svona kannski ekki til að fara að hendast yfir í, mér langaði líka til að biðja ykkur að sko tala eins umræðina sjálfa, skilji, hvernig lestu eins og segir, maður veit ekki, er þetta ásetningur, er það ekki ásetningur, þessi spurningu sem þú ert með verðbólguna, hvernig er það einhvern tímann til umræðu, sko, almennilega. Ég man þegar þú sagði mér þetta einhvern tímann, að ég hitti þetta með þetta fjárfestar sem eiga íbúðir, mjög erfitt einhvern veginn að meta hvort að þetta er sko, þetta er svona virkar skynsum skýring en ómögulegt er áttum á því. Manstu eftir því hvenær verðbólgan var drepin? Nei, hún var drepin þegar menn tóku upp verðtryggð lán. Af því að þeir sem tóku verðtryggð lán, þeir hafði ekki hagsmuni af verðbólgu. Þangað til að þá voru svo margir sem höfðu hagsmuni af því að veita til vina sinna og vandamanna lán, af því að lán voru bara gjöf, lán er gjöf var sagt. Þegar það allt í einu var ekki lengur gjöf, þá var hvatinn horfinn. Ég held að það hafi verið aðalatriði sem að gerði út af verðbólguna hjá honum Ólafur Ragnari bara í alveg kvelli. Já. En ég væri mjög mikið til í það, Þorgeir, að þú kemur ekki því að ég veit að það er svona þú veit með oft svolítið óvenjulegar pælingar verðbólgu og efnahagsmál og ég myndi gjarna vilja panta því í sko spjall til dæmis við Gunnar Smára eða einhvern svona hagfræðing. Ég einhvern veginn bara er með talnablindi, ég get alls ekki sko tekið á móti þessu. Kannski þið getið það. Eins og hann segir, þú veist, eins og með húsnæði og svona, að þú veist, það þarf aldrei að fókusa á myndi ég segja, þess að fjárfestar sem eru, þú veist, að kaupa upp húsnæði og líta á það sem fasteign sem er hægt að græða og þú veist, og þar er stór hluti vandans þegar að, þú veist, það er ekki verið að líta á heimili sem mannréttindi, þetta er einhvern veginn fasteign og bara eitthvað svona, svo kaupir bara íbúð og átt bara tvær og græðir ógeðslega mikið og eitthvað svona. Og ég sá svo skemmtilega mynd á netinu, ég veit ekki hvort það sé til einhver íslensk þýðing fyrir mím. Þetta er svona mynd. Já, það er einhver, netinu. Og þetta var, þú veist, verið að tala um húsnæði og eitthvað svona eins og matur, hvað hét hann í Oliver Twist, þannig að hann var að biðja mat og eitthvað að húsnæði þetta vera þannig að þú veist, við fáum öll
eitt skammt, eina skála hafragraut eða eitthvað áður en við fáum ábót. Þú veist, af hverju eru ekki að líta húsnæði þannig, þú veist, af hverju get ekki allir fengið heimili áður en að einhverjir, þú veist, við erum með heimilislausa og svo erum við með einhverju sem eiga kannski 5 fasteignir með það markmið að græða. Þannig mér fannst þetta svona skemmtileg samlíking, sko. Já, en þið eru nú búin að vera svolítið að beita ykkur fyrir þessu, er ekki að tala um húsnæðismálin og í borginni. Einmitt að Reykjavíkurborg geti komið að uppbyggingu eins og bara í til dæmis Vínarborg og Vínarborg er ein af lífvænlegustu borgunum, skorar hátt oft á þeim lista og þar er einmitt húsnæði, það er miklu svona viðurkenndara að vera í félagslegu húsnæði eða húsnæði sem er óhagnaðardrifið Reykjavík sveitafélaginu en við erum bara ekkert á þeim stað á Íslandi, það er aldrei svona ert í félagslegu húsnæði, hvað, það hlýtur að vera eitthvað svona að þér, eitthvað spes, það er svona ráðandi orðræðan, sko. Þannig að húsnæði, það er einhvern veginn eitthvað sem við lendum alltaf á, það er svona grunnurinn í allu. Húsnæði og tekjur er það ekki bara. Og svo er líka, sáðu þarna fréttina um mannin sem að var að tala um raunverulega náttúruna, sko, hann er að gagnrýna það að verið sett land sé selt til auðkýfinga. Já, erlendra. Já, erlendra auðkýfinga sem sagt eru fara að vera með stórfellda skógrækt og hann var eitthvað fallegt viðtal við þennan Jón Sigurjónsson húsvíking á níræðisaldri sem er farið í berjamó öll sín ár og fannst þetta bara eitthvað svo skrítið að þarna myndi hann aldrei geta farið framar í berjamó og það ætti bara raunverulega ekki að spyrja kóknín prest og það væri einhvern veginn engin heildarsýn og það er náttúrulega sem margir segja sem auðlindirnar, það er engin eins og heildarsýn um náttúruvernd og auðlindastefnu. Hvað finnst ykkur svona þessa umræðu? Ég er nú dálítið fyrir markaðslausnir. Eitt til dæmis myndi draga mikið úr áhuga manna og eiga 1000 milljarða jörð er eignaskattur. Þá myndi minnka talsvert mikill þessi áhuga og við myndum fá miklar tekjur af auðkýfingum sem eiga Vopnafjörð eða einhver aðra firði. En ekki ekkjurnar að það mátti ekki hafa þennan skatt út af þeim. En svona oft er það sem er að kerfinu hjá okkur er að við erum með allra handa meðgjöf fyrir hitt og þetta sýnar í sem að við eigum eins og til dæmis sína túrisma sem er alveg að drepa okkur núna. Akkur ekki bara hægt að koma með eðlilegri skattheimtu þar. Það eru svona voru 2 fréttir sem fjölluðu sko það var þetta að út á land að sveitastjóri sagði að sveitafélögin á landsbyggðinni væri svona eins og þriðjaheimsríki, það væri bara raunverulega stórfyrirtæki sem kæmu og áseldust auðlindirnar og sveitafélögin einhvern veginn gætu ekki eða stæðu ekki vegi fyrir því, sko, og létu svona bara misnota sig. Svona einstakir eigendur jarða til dæmis, þeir hafa miklu hagsmuni af því að selja þetta dýrt. En ef það væri sagt til þar sem kaupir hann þurfa að stunda landbúna þá myndi minnka áhuginn. En kannski gerðu við bara mistök í evrópska í þessum frjálsræði öllu. Danir banna útlendingum að kaupa jarði hjá sér. Akkur gerðu það ekki líka? Já, einmitt. Og ég meina þetta líka að setja skilyrði og kvaðir. Það er svo sjálfsagt að stýra þróun með þeim hætti. Ég sá bara áður en komingað áðan og frétta á rúf.is þar við fyrirsögnum var tilvitnun í eitthvað fulltrúa eiganda fasteigna á landinu sem hafa áhyggjur af því að ný húsaleigulög skerði eignarétt. Þannig að þess að það verða settar eitthvað kvaðir á hversu hratt og oft má hækka leigu. Hingað til fólk hefur búið á leigumarkaðinu með fáránlega ástand að í reynd er hækkuð leiga á fólk jafnvel 20% með nokkra daga fyrirvara fyrir mánaðamót. Absúrt og líklega ólöglegt miðað við gömlu lögin nú þegar að skerpa á því virðist alveg bara fullkomlega sjálfsagt en það er svo ofsalega rík samúð í umræðunni í fjölmiðlum, sumum fjölmiðlum allavega með alltaf valdhafanum í hvaða tengslum sem er með þá leigusalunum veslings fólkið nýtur ekki óskers eignarréttar og eignarréttur verður svona þetta abstrakt fyrirbæri verður svona eins og eitthvað dýr sem það þarf alltaf að hafa gæti tárfellt ef þú kemur ekki nógu vel fram við það
Svipað þá ekki utan líklega svona. Já, ég meina, og sama með jarðir, auðvitað þarf bara að vera mjög ströng löggjöf. Við erum með þessu litla landi eða fámenna landi hérna sem með eftirsóttar auðlindir. Þá það bara svona eitt af svona augljósu fyrstu hlutverkum ríkisvaldsins að girða af eins og hægt hérna og eins og þarft hverju markaðurinn fær að ráða þar og hverju ekki. En það alltaf best samt að vera ekki með svona sértækar aðgerðir. Eins og eignaskattur, hann bara gengur yfir alla. Ef þú átt eitthvað sem einhvers virði, þá það skapa þær tekjur sem að duga til að borga eignaskattin. Ef hann gerir þetta ekki, þá var þetta bara uppsprengt verð sem ekkert er að marka. Þetta kæmi reglu á hlutina. Og í mörgu öðru þá eigum við að reyna að láta markaðsöflin ekki taka þau sambandi, það er svo oft búið að gera það. En hvað með sveitarfélögin þá og markaðsöflin, ríkið versus nú er hann bæjarstjóri í Skeiða og Gnúpverjahreppi að segja gagnrýna þessa rosalegu vindmyllugarða áform og valdið er þá hjá sveitarfélögunum sem eru fjársvelt. Já, sem eru fjársvelt og raunverulega þá fagna þessari fjárfestingu sem kemur að utan og missa dálítið sjónar virðist vera á heildarsamhenginu, þar að taka algjörlega samhengi markaðspælinguna annars vegar og svo hins vegar þetta hvort það er eitthvað gott fyrir ekki bara sveitarfélagið heldur líka bara allt landið. Oft eru sveitarfélögin allt of lítil til að geta tekið ákvarðanir laxeldi í fjörðum og annað. Þau hafa enga sérfræðinga. Með þess að stjórnmálaflokkarnir okkar eru litlir til að geta rætt þessu hluti að viti. Hefur þú einhvern tímann, þú segir þú sért rafmagnsverkfræðingur. Já. Ert þú þá að pæla í vindmyllum, hefur þú þá skoðun á vindmyllunum og hvað gerir rafmagnsverkfræðingur? Hvað hefur þú gert sem rafmagnsverkfræðingur? Ég hef reyndað mest verið í eftirliti en hérna hjá geislavirkni og geislun en sem verkfræðingur en það er alltaf mjög skemmtilegt að skuli vera hægt að vinna rafmagn og vindi en á Íslandi þá erum við með vatnsorku sem við eigum bara miklu meira en nóg af það er alveg skrítið finnst mér að við séum að virkja með vindin af hverju erum við að því? Að því við lifum í kapitalískum Nei, það er ekki þess vegna kapitalist gerðu ætti að gera út af við vindmyllur, það er ætti að verða undir í samkeppni við vatnið. Heldurðu það? Já, þetta er svo miklu ekki bara spurning um að græða og græða? Þetta er alltaf spurning um að græða og græða. Ríki kallinn, ríki maðurinn, hann stjórnar. Stundum fyrir náttúruvernd og hérna svona mennilega markaðu saman. Það er bara því að borga með þessu sem þetta er hægt að vera vindorka allstar á haustum heiminum. Í hvaða prógrami er það sem er verið að niðurgreiða vindorku? Það er vantilega með því að Landsvirkjun er að þessu sem að hefur tekjur af öllum sölunum sínum. Ef hún fer virkilega í vindorku vinslu þá þarf að gera það sérstakt prósjekt þannig að við getum séð er eitthvað ditt í þessu. Ef við félagum þetta inn í reikningunum sínum þá getum við aldrei séð það. Ég á ekki eins og sjónvarp, ég fylgist eiginlega ekki með fréttunum. Ég bara heyri það samt að það stendur til að koma vindorkuverum og ég er bara eiginlega mjög hissa. Og mér finnst jafnvel vera skrítið að við skulum vera með að vinna rafmagn úr heitu vatni, það finnst mér ekki geta gengið vel vera viti því. Og meðan við höfum alla þessa vatnsorku. En þegar þú ert í eftirliti svona geislavirkni, sagði það ekki? Geisla? Jú. Sem ég var, þannig að það Já. Nei, ég meina bara, er ekki svolítið svona eftirliti yfir höfuð svolítið ábóta vand? Get ekki allir verið svolítið sammála um það? Að þessar stóru eftirlitsstofnanir hafa verið veiktar svo mikið allavega á efnahagsviðinu og svona farsældarsviði, en kannski geisla eftirlit sé alveg í góðum málum. Erum við ekki núna að tala um íshellana í raun og veru? Já, mér finnst það bara svo mörgum, er ekki mörgum sviðum sem ég held, þetta er nú kannski mín prívatskoðun, en einu sinni var munur á Evrópu og Bandaríkjunum sá að í Bandaríkjunum þá voru veikar stofnanir eða við heldum það allavega, en menn fór í mál við þann sem að allir þeim skada
í Evrópu og Íslandi þá fór maður að tala við landlækni. Já, það glemdi skæri inn í mér, þá þarf að skamma læknin. Í Bandaríkjunum þá heyrði maður að einhver læknir hefði þurft að borga svo marga miljónir vegna sem glemdi skærum inn í einhverjum. Núna erum við vera að færast yfir þetta kerfi. Þessar eftirlitsstofnanir okkar virðast vera algjörlega máttlausar, þær eru ekki með eftirlit, þær sekta aldrei neitt. En hins vegar er orðið fullt af atvinnulausum lögfræðingum sem er að auglýsa á hverju út allt, varstu fyrir einhver tjóni, ég skal koma og bjarga þér og fara í mál við liðið. Og minnst það vera svona þróun sem við ættum að hugsa, erum við alveg tilbúin að fara þessa leið. Ætlum við að hafa svo veikar eftirlitsstofnanir að það verði bara hver fyrir sig að standa í málaferlum. Ég heyri enga umræðu þetta. Mér finnst það að koma upp núna þegar í sambandi við þjóðgarð og það er náttúrulega einhvert eftirlit. Hafið þið kynnt ykkur þetta Ísella, fylgdustu með Ísella-málinu eða? Já, náttúrulega hræðilegt að heyra hvað þarna gerðist, dauðsfall og þú veist, maður hefur bara fylgst með það sem hefur komið fram í fréttum og kannski ekki eitthvað svona ítarlega farið ofan í þetta en það var komið þarna fram með það ekki í rauninni gagnrýni á það að Lilja væri að gagnrýna garðinn sem hefði átt að vera búinn að neita þeim að vera með svona ferðalega sumri til en mér finnst þetta að vera einhvern veginn stóru spurningin í öllu sem við höfum rætt og bara í íslensku samfélagi, þú veist, ábyrgð, hver ber ábyrgð, þú veist, hver er fljótur kannski að kasta frá sér ábyrgð, þú veist, er rétt að vera að segja strax hver hefði átt að gera eitthvað eða þú veist, þetta er dálítið svona athyglisvert. Já, þarna komum við líka aftur að því með fjármálaráðherrann og það sem að virðist vera rosalega gjörn orðræða hjá stjórnmálafólkinu okkar að það er ekki tekin ábyrgð á neinu. Við sjáum bara, þú veist, alla katastrófíuna sem Bjarni Ben lendir í, þú veist, allt sem umvefur hann biðst aldrei afsökunar á neinu sem það gera allir mistök, en það er aldrei beðist afsökunar og það er aldrei tekin ábyrgð. En ég held það líka með Ísella-máli, það var farið óvarlega. Ég held að það sé alveg augljóst. Það var frétt í morgun sem ég las sem að var verið að tala um að þeir hefðu farið inn með blys inn í hellinn og kveikti eitthvað að elda og þetta er bara svo mikið skammsýni. Það er einhvern veginn bara, og eins og þú veist, það er ekkert eftirlit. En svo var nú einmitt verið að vísa þarna í skýrslu, að það hefði verið gerð skýrsla og svona eftirlitsskýrsla og enginn hefði einhvern veginn síðan hefur verið, já, enginn hefði farið eftir þessari skýrslu. Alls konar skýrslur samt sem eru, þú veist, alls konar skýrslur sem eru gerðar og hvað, einmitt, þú veist, hver fylgir eftir skýrslunni og kemur aðgerðaáætlun út frá skýrslunni. Og við ekki bara stofna hóp og við getum talað um skýrsluna, svo gerist ekkert. Við erum nú komið skýrslu í þessu máli. Mér finnst eitt svona skrýtar, ofta heyra svo það svona einhvern veginn verið að skammast út í þessar skýrslur, þess að þær séu svo máttlausar og svona, en er ekki bara skýrslurnar í sjálfu sér góðar? Hvað segir þú innan úr stjórnskýrslunni? Er ekki bara, ekki stjórnsýslunni, stjórnskýrslu. Er ekki skýrslurnar kannski bara góðar oft? Náttúrulega misgóðar, en svo er ekki svona beitt. Svo er ekkert fara eftir, en við erum líka með stefnur, við erum með fullt af frábærum stefnum sem að, þú veist, meirihlutin hefur skrifað, þú veist, það var einhver matarstefna sem að ég held að allir hafi komið að og ég er bara eiginlega sammála öllu þarna, þú veist, matur, framleiða þetta nálægt þeim sem borðar á og eitthvað, ég bara já, endilega, og svo þú veist, vera að útvista máltíðaþjónustu í grunnskólum og leikskólum, þannig að við erum með alls konar svona stefnur sem byggja það á einhverju jafnvel skýrslum og það er eitthvað svona plan, en svo er einhvern veginn kannski að fara eftir því að tryggja þessi að vera að fara eftir og svo þegar allt klikkar þá bara eitthvað Má ég aðeins koma með punkt. Úr því að við fórum þessi leið að vera ekki með þetta eftirlit, þá er maðurinn sem er með þessa stjórn eða þetta félag ábyrgur. Hann á núna að borga og borga og borga. Er það að tala um það sem reikur fyrirtækið? Já, sem reikur fyrirtækið. Hann á að halda uppi inn að borga skaðabætur, ættingjum þessa fólks. Hann á að borga miskabætur þeir sem voru þarna og slösuðust. Já. Og menn þurfa bara að finna fyrir því ef að við eigum ekki að taka þetta á okkur og við eigum ekki að láta heldur neina að fá að gera svona nema þessi borgunum en fyrir því skaðast þeir geta unnið. Akkurat. Alveg eins og við förum ekki umferðinu eins og bílatryggingu. Ef við getum eins og við getum gert með bílunum okkar, valdum miklu tjóni. En er það ekki samt, er þetta ekki samt líka þannig, ef hann er fundinn sekur, það er ennþá verið að rannsaka málið og það er náttúrulega ekkert alveg ljóst. Ef hann hefur verið samt
að gera það sem hann mátti gera. En ég meina, gefum okkur þetta í greiningunum sem laðið fram áðan, sko, sérstu með evrópska og bandaríska módelið í Evrópu, eftirlitsstofnanir í Bandaríkjunum fer fólk í mál og við séum bara búin að samþykkja sko, ok, við ætlum bara að lifa við lágmarksríki, það verður ekkert eftirlit, það er ekki hlutverk ríkisins að setja lög öruggar hellaferðir, það er ekki hlutverk þjóðgarðsvarðar að fylgja því eftir og hátt og svo framvegis, sko, að þá klárlega þarf málsókn og þarf réttarkerfi sem getur tryggt að mannslíf séu dýr. Jú. Þannig að annars ef hvorugt til staðar að þá búum við náttúrulega bara við það óöryggi að vera í landi þar sem mannslíf eru bara frekar billeg. Jú. Og það er sem ekki má gerast. Já. En ég varpa þessu fram að menn hugsa þetta, það eru þessu tveir möguleikar og þetta er ekki svona einfalt bara Bandaríkjun og Evrópa. Bandaríkjamenn eru með mjög stranga löggjöf sambandi við umhverfismál ýmisleg. Það kemur óvart ef við fara að skoða það hvað Bandaríkjamenn eru í rauninni meðvitaður ýmsa hluti sem reyndar hefur verið grafið undan, en þetta er ekki alveg svona einfalt eins og ég sagði áðan. Ég pantaði ykkur hálsmenn á netinu, ég veit ekki að umhverfisvænasta frá Bandaríkjunum og þetta var eitthvað svona ódýrt og svo stóð sko aftan á, það var eitthvað viðvöru númer, hvað var það, 65 eða eitthvað, ég man ekki, að það geti verið eitthvað efni í hálsmennunum sem gæti valdið sko skaða, krabbameini, það stóð sem sagt, svona fósturskaða, já, ég ætla ekki að setja þetta á mig, bara já, mitt, þannig að það var alveg svona skýr merking, þetta komið út frá því held ég fyrst að þurfti að tilkynna að neysluvatn væri ekki alveg örugt eitthvað svoleiðis sko og núna er þetta komið þá greinilega gæti verið í hálsmennum, húsgögnum, þannig já, ég er ekki búin að nota þessa skarkgripi. Frá Bandaríkjunum? Já. Hana nú. En þú veist ekki hvort þetta er umverulega það sé svona bara virkilega möguleiki að þetta geti drepið að setja þetta menu eða hvort þetta er einhver svona bara eins og þú segir, þetta er bara farið í gegnum eitthvað kerfi og nú sé þetta sett á allt bara. Þú veist, maður hugsar það auðvitað gott að það sé verið að láta mann vita að eitthvað geti verið skaðilegt, þá er greinilega eitthvað gott eftirlit fyrst að vera að merkja þetta svona, en á sama tíma spyr maður sig af hverju er verið að selja vörur sem geti verið hættulegar. Já, en þetta er kannski eins og þú segir, þetta er kannski ekkert mikið eftirlit, heldur er einmitt í staðinn fyrir eftirlit er bara rekin þessi varnagli, þannig að það sé ekki hægt að fara í mál. Já. Þannig að og þá verður þetta svolítið svona merkingarlaust og myndar bara svona glundra. Það var ein frétt þarna Haukur sem við vorum að tala sem eiginlega Kristinn Hrafnsson talaði á sinni síðu, sko, Facebookarsíðu, þarna Zuckerberg og hann sem sagt svona, hann vísar í erlenda fyrirsögn. Ég sá ekki að þessi frétt hefði verið í íslenskum fjölmiðlum. Sást þú það? Að Zuckerberg hefði expressed his regrets over COVID misinformation crackdown. Svona mikið í þessari fyrirsögn. Ég held að það var nú byrst í það kom einhver fyrirsögn í einhverjum íslenskum miðli en ég er ekki alveg, ég fylgdist ekki náið með því. En veistu hvað málið fjallar? Já, í grófum dráttum. Í mjög grófum dráttum, ég hef ekki kafað í það, en Zuckerberg, eigandi ennþá Facebook og forstjóri, svarar fyrirspurn frá repúblikana við aðra hvora þingdeildina í Bandaríkjunum, ég held öldungadeildina sem leiðir einhverja þingnefnd sem sagt afskipti stjórnvalda af Facebook í faraldrinum. Og hann svarar fyrirspurninni á þá leið að segja bara já, við urðum fyrir miklum þrýstingi frá Biden-stjórninni og létum að endingu undan þeim þrýstingi, þetta er sem sagt, hann talar frá árinu 2021 og hérna farið það ágerast og lækkuðum niður í sem sagt, allri umræðu COVID að meðtöldu gríni og satíru. Þöggum niður í beinleis. Já, þetta er náttúrulega, sko, ég meina það fyrsta, bursið frá hérna svona innanlandspólitíkin í Bandaríkjunum núna, af hverju Zuckerberg vill, sko, hann virðist svona vilja koma sér í mjúkinu og republikunum eitthvað leitt og svoleiðis, leggjum það til hliðar. Þannig í fyrsta lagi er þannig að þessi sko staðfesting á því sem allir vita en er fínt að fá frá honum sjálfum að stjórnendur þessara fyrirtæki er bara með hnappa þar sem þeir geta hækkað og lækkað í viðfangsefnum.
og sko ég meina það sem alveg ótrúlegt dagskráfald sem búið að færa þeim. Við getum ímynda okkur ef hérna væri sko hægt að hækka og lækka hreinlega í hérna bara hvar sem orðið verðbólga kemur fyrir. Þú veist, nei, ég reyndi það nú áðan. Aðeins að lækka, ekki vera, við erum að þreyta á föstudegi. Nenni ekki að tala um þetta. Og það sem gerist þá, fyrst var ég ekkert, þú veist, ég meina, hugsaði bara, ok, þetta er einhver stórfréttir að vissu þetta allir í sjálfu sér, sko, þú veist, en síðan hérna hefur haft það svona aðeins bak veira líka eftir að þú hafði samband og það er mjög merkilegt að þetta á sér stað á þeim tímapunkti þegar sko einmitt, það er frá 2022 sem hérna og síðan víðar í kjölfarið er ákveðið að fella niður allar varnir, sagt bara okkur það að búa bólusetningur, núna bara hættum að verjast þessum sjúkdómi umfram það og hérna, og leið hættu allir að tala um hann. Það var eins og sjúkdómurinn hyrfi. Við vitum, núna veit allir eftir þetta sumar, hann er ekki horfinn, allir þekkja, fólk er búið að liggja veikt, sko, hérna út um allt, talar helst bara um flensueinkenni, eða ég er með hita og hálsbólgu, eða, flestir vandar sig að það segi ekki COVID, og ég hugsa að það hafi haft sín áhrif, og samt tölfræðin er mjög skýr, það gengur engin flensa á sumrin. Ekki þetta sumar frekar en nokkuð tíma. Flensa er árstíðabundin. Við litum á tölur á Landspítalanum og það er bara mjög klárt. Það er engin flensa í umferð, það er allt búið að vera morandi COVID í sumar. Og orðið hvarf hins vegar umferð og öll umræða, hvort sem hvernig viljum við verjast eða hvaða eftirköst eru, hvað er hérna fólk að díla við, gufað upp. Og auðvitað reyði Facebook eitt og sér því ekki eða Biden-stjórnin ein og sér, en er áreiðanlega einn áhrifaþáttur í því að afmá viðfangsefnið. Og það er forvunilegt og ég held að það hefur mögulega bara verið mjög skadulegt. Má ég bæta við? Já. Ég held að hann Zuckerberg hafi, og ég held að þessi umræða komi upp núna og Zuckerberg sé að biðjast afsökunar svona í framhaldi af því að Pavel var tekinn fastur í Frakklandi. Byrju hvað Pavel, fyrir ekki að ég mista þeirri frétt? Stofnandi og stjórnandi Messenger. Telegram, fyrir ekki því. Og af því að hún gefið að söka að vilja ekki vinna með frökkum gegn glæpum, þar að segja hann neitar að finna allar upplýsingar um notendur sína, eins og Facebook og fleiri hafa verið að gera. Og þá er, og mér finnst það gott að Zuckerberg skildi koma fram og segja að hann sæi eftir því að hafa verið í samskonar málum með bandarískum stjórnvöldum COVID eins og hér kom fram, en líka með tölvuna hans Biden-sonar Hunter Biden sem að og Russiagate sem að ég og margir fleiri trúðu. Við trúðum þessu alveg að þetta var Russiagate, að það hefði ekki, að Biden-sonurinn hefði ekkert verið að mútum frá Úkraínu. Og svo núna seinna þegar kemur í ljós að þetta var allt saman lygi og Facebook og fleiri bara sögðu ekki sögurnar, þá eru bara búin að gleyma þessu, þetta skiptir einhver máli lengur. Og núna er komið nýjir hlutir sem Zuckerberg er að gera, eins og hann þakka niður í öllum sem að allir sem að sendu út á Facebook eitthvað jákvætt samningamann Hamas sem var myrtur á Ísraelum. Það birtist bara ekki, það var allt blokkarað út. Ég gerði það skömmum mínum að birta minningagreinum mann sem að Palestínulæknirinn skrifaði, athuga hvort að Facebook blokkaði það var reyndar slapp í gegn hjá mér. En mér, eins og þið að segja með dagskrárvaldið, okkur líður illa yfir því að sé verið að stjórna hugsunum okkar svona mikið. Við sjáum bara svona einstaka dæmi, svo veitum við eitthvað margt annað sem við erum ekki að hugsa hvernig er farið með okkur. Og þegar við svo kannski endanum fáum að vita að þetta var svona eða hinsegin, að þá er það orðið seint og við erum búin að gleyma þessu. En hugsa ykkur auðhringja ræðið sem að við búum við, að því að mér stundum þegar að tala um svona ólígarki auðmannaæði, er það ekki? Auðmannaræði, sko. Það finnst mér einhvern veginn við vera bara í auðhringja. Þú veist, það er þessi raunverulega þessar svona samsteypur stóru sem eru miklu valdameiri heldur en nokkrar eftirlitsstofnanir, nokkur ríki, nokkrir fjölmiðlar raunverulega og eru samt með, og náttúrulega fjölmiðlarnir teljast á til auðhringja líklega, er það ekki? Sjálfur sér að sumleiti þá er þetta alveg sjálfvirt. Við erum búin að setja til dæmis það að allir fjölmiðlar lifa á auglýsingum. Auglýsendurnir
auglýsa þar sem er fjallað þá auglýsindurna á jákvæðan hátt og þeir ringja og segja nei, þú ert með jákvæða leiðinlega fréttir okkur og alla fréttir og klikkbeitur eins og maður segja, það er verið að reyna að fá mann til að klikka og það kemur ekki frétt við naftast þegar maður búin að fara í gegnum alls konar. Þetta lítar okkur alveg gríðarlega óbeint af því að það er skipulega verið að segja okkur einhverja hluti til að fá okkur til að kaupa þetta og hitt og stundum það bara þessi mestu peningarnir þær skoðanir koma upp á. Ég helst stundum að sé engin ill öfla skipulega ekki neitt. Ég bara vildi óska að við hefðum gömlu góðu guðuna ennþá með engum auglýsingum, með engum fréttum og engum auglýsingatímum, bara það sem við var að reyna að segja okkur fréttir. En núna eru menn að eins og til þess að þið bara farið á F-síður hjá fjölmiðlunum, annað hver frétt með einhverjum gretta komanum út af eigunum eitthvað sluðist, það er bara verið að fá menn til að lesa nokkra auglýsingar til viðbútar. Já. Hraðin er svo svakalega mikill, það þarf að, já. En Kristinn Hrafnsson, hann segir að þetta sé hann segir hérna, ég tel að menn hafi enn ekki gert sér grein fyrir því hversu alvarleg aðför þetta var að lýðréttindum og í raun lýðræði. Við erum enn að súpa seyðið af þessum ófögnuði og er þá að meina þessa aðgerð Zuckerbergs væntanlega að hann lét undan þrýstingi, er það ekki? Jú. Bandaríska stjórnvalda það gerði það allir. Til þess að já. Musk sagði það þegar hann keypti Twitter, sagði frá því hvað Twitter hefði stundað miklu samráði við stjórnvöldum að þaga eitt og annað og loka fólk úti og það sem okkur líður svo illa líka yfir því að það er verið að loka bankareikningum hjá fólki fyrir hitt og þetta. Til dæmis núna frétt sem ég sá ekki var þarna hjá þér að það var verið að loka Bitcoin-reikningum hjá Palestínumönnum, hjá Binance. Það er mikið flótti af peningum þaðan því mér héldi alltaf að Bitcoin væri svona frjálst svæði, ekki undir stjórn neinna. Og það er þið hafið heyrt þessar fréttir, lokaði reikningar hjá mönnum sem eru í verkfalli í Kanada og svona. Það er allt og mikið stjórn og svo segjum við alltaf að það er einræðisherrar í Austur-Evrópu. Orbán og svona. En við erum við erum að innleiða algjört alræði hér hjá okkur. Já. Ef maður aðeins bæta við bara akkurat þetta mál, það er líka að þetta sé rosalega vond leið, segjum sem ég meina, ok, við vorum það var neyðar ástand nema að sé í bara leiðinu sem lætur eins og engin veira sér til, eins og það hefur verið sjúkdómslaus faraldur það var neyðar ástand og það þurfti að bregðast við og allt það undir einhverjum kringumstæðum einmitt ríki létu eða fóru bara mjög víða fram úr því sem væru hversdagslegar valdheimildir til þess að bregðast við neyð sem var upp og allt það en ég held að þá bara ég hef ekkert á móti sóttvarnar aðgerðum. Ég held að þessu bara, Guði sé lofa að embætti sóttvarnarlæknis var til staðar á sínum tíma, það er hægt að skikka fólk til að vera heima á sér og fram frábært og ég held að viðbragðið við því, óttinn við það hafi verið beinlínis að mörgum hafi brugðið við að eitthvað svona gamaldags ríkistæki væri ennþá til staðar. Ég held að það er svo sjaldan sem sóttvarnarlæknir verður sýnilegur, þetta er kannski einu svona öld sem að verða svona verulega og þessu millið þá gleymist bara þetta embætti og svo hrekkur fólk alltaf hérna embætti sem virkar bara eins og það verður hugsað á miðri síðustu öld en ekki á tíma frjálshyggjunnar og öllum snarbragð ríki ennþá til og setti marga í uppnám en það allt saman bara í mínum huga mjög gott og blessað en þegar kemur að þessu að ótta stjórnvalda við að fólk sé að segja einhverja vitleysu að vilja bregðast við með þessum beinu afskiptum að lækka niður, að þagga niður sumir tóku þetta upp á sína arma líka með því að almenningu getur verið mjög meðvirkur með ríkisvöldinu á þessu leyti ákveðnir hópar að taka upp og segja að gera grína þeim sem að taka þátt í almennri umræðu fyrir að láta sérfræðingar þetta og svo framvegis og með því að kæfa umræðuna og kæfa vitleysuna kæfuru vitið líka og ég held að þetta leiki alveg sinn þátt í því hvað hefur síðan orðið hvað samsæriskenningapitturinn í kringum COVID er ennþá grassarandi að það er alveg ljóst að það átt sér stað svo mikil þöggun og það er ljóst að það var svo mikil valbeiting þarna og það verður gróðrast í að fyrir fullt af
rángöngum og vitleysu. Ég held að það veri miklu heilbrigðara undir næstum í öllum kringstæðum allavega að leyfa, eða sem sagt gera bara leyfa, láta fólk njóta þess réttar að eiga sín samtöl, viðra vitleysuna sem kemur upp. En veistu hvað segja samsæriskenningarnar, hver var svona helst ástæðan fyrir þessari þöggun, sko? Hvað snýrist óttinn? Ég meina, ég hugsa allavega hér á landi ber örugglega langmest á því að fólk líður svo að það verið að þakka niður í sko gagnrýni á bóluefnin og ég meina það getur vel hafa spilað inn í þessa ákvörðun bandarískra stjórnvalda en ég held að skaðinn liggi ekki þar ég held að skaðinn liggi aðallega í því að við létum eins og sjúkdómur vera horfinn og hann það ekki það er bara því fer mjög fjarri og við getum haldið áfram að sko þegja okkur í hel hvað það varðar en það er ekki eðlilegt ástand að sumar eftir sumar sé fólk liggjandi í pestum. Já og það megi ekki ræða réttmæti aðgerða. Þetta er nýja eðlilega ástand sem að sko var ekki kannski lýst alveg fyrir fólki. Nei en ég bara pæli því samt hvað er það að því að komu líka fréttu daginn þetta Evrópusambandið það kom upp að þeir hefðu stungið einhverjum þar hefði verið stungið mjög mikilvægri skýrslu bóluefnin og aukaverkanir held ég. Þeirri skýrslu hefur verið stungið undir stól og það var að koma upp á yfirborðið núna svona. Þannig að þetta snýst líklega það bara bóluefnin, að selja bóluefnin, er það ekki? Held ég ekki. Nú? Held ég ekki. Að hvað afskipti hættustjórnarinn á Facebook. Ég vissum að þarna hafi, eða þú veist, ég hef enga sterka innsýn nákvæmlega hvernig embættismannakerfið í Bandaríkjunum virkar. Ég ímynda mér allavega að sko þar hafi að einhverju leyti velviljaðir embættismenn vilja koma í veg fyrir að einmitt bull og vitleysa þvældist fyrir fólki til að taka skynsamlegar ákvarðanir og framvegis en þeir hafi farið langt fram úr sér með því einmitt að grípa þá til svona afskipta frekar en að leyfa bara umræðunni að eiga sér stað. Og einmitt rökræðu. Að því sögðu, þú veist, lyfjaiðnaðurinn gjörspilltur og það allt en ég held að sko og þú veist, og allir vita hvað miklir hagsmunir þar í spilinu en ég held að svona það skapar voðalega sko rörsýn í samræðunni að halda að allt slæmt sem gerðist í þessum faraldri hafi sprottið af sko hagsmunum lyfjaiðnaðarins. Það fyrsta slæma sem gerðist í þessum faraldri var faraldurinn. Veirur geta verið mjög skaðlegar. Bóluefni geta verið skaðleg og samt 100 sinnum skárri og svona allavega það er bara svona Þú allavega saknar bara umræðu COVID og þessa veiru Ég saknar ekkert, það er langar eitthvað að sitja og tala COVID Nei Við erum allavega að reyna á föstudagseftirmiddag En ég saknar verkfræðinga til dæmis þegar kemur að því að fást við sko bara við varum bent og þú veist helsta svona gerlegasta leiðin kannski til þess að draga úr þessum bylgjum sem halda áfram að ganga yfir okkur væru bara sko væri loftræsting og verkfræðilega lausnir og það hefur ekki sko það samtal til dæmis hefur ekki á þessu stað það þyrfti ekki að vera opinbert en það mætti vera pláss fyrir verkfræðingarna í að taka þátt í að hreinsa loftið eins og við hreinsum vatn áður en neytum þess þetta er bara freka tæknilegt viðfangsefni ætti ekki að þurfa að vera mjög pólitískt Ég alveg sammála því að verkfræðingar taka oflítið þátt í umræðinni. Þið heyrið aldrei neina tala verkfræðinga hjá álverunum segja frá hvað þeir séu að borga fyrir rafmagn eða hvort það sé hagkvæmt eða vindmyllurnar eða neitt. Þeir tala aldrei neitt opinberlega. En ég er COVID, mér finnst ég ekki hafa nægilega miklu upplýsingar til að segja mikið að viti. En það er náttúrulega eins og ég er alveg sammála öllu sem hefur komið fram. Það þarf að má ekki kæfa umræðuna og það er náttúrulega mjög dularfullt eins og það byrjaði þegar menn sögðu að fyrirtækin það mætti ekki, þau væru þeim var gefin ég held að í Bandaríkjum bara allir heiminum, þau voru gerð það var ekki hægt að kæra þau ef það kemur ljós að þetta væri eitur sem væri verið að gefa fólki þá væru þau saklaus, það var fyrirfram gefið út að það væri engin skaðabótaskylda sem að þau þyrfti að Er það svona í nefni vísindana? Já, þetta var svo alvarlegt að þyrfti svo mikið að búa til þessi bóluefni að þau voru frelstuð af öllum skaðabótamálum fyrirfram og það gerir það að menn ekki eins varkárir en við vita að
það er engin sem ættir að kæra þig þó að degi einhver í hellaferðinni Aftur spurning með ábyrgð. Já. En svo náttúrulega líka eins og var sagt svo oft fordæmarlausir tímar. Að við þekktum ekkert svona áður. Þannig að maður vissi ekkert hvernig ætti að höndla fólki sem að trúði ekki á að því að þurfti að sameina fólk og allir þurfti að fara og þurfti allir að taka höndum saman. En við sjáum eins og, þú veist eins og í Bandaríkjunum núna, sértrúarsöfnuðu Trump til dæmis bara. Þar þeim, þú veist, það bara að búið að loka á þú veist, þessar falsfréttir sem að Trump og þá stofnar hann bara nýjan miðil. Og þar grasserar þessar ranghugmyndir sem að hann hefur. Og svo, ég get ekki eins og byrjað að tala um þetta, sko. Ég segja það. En ég sá að þú settir inn frétt Trump og Harris. Já, við getum ekki alveg kannski, við erum aðeins að minnast á þau. Þú kannski bara tekur þá afgreiðir Trump þetta með... Guð, hvað, nei, vá. Hvað ég að segja Trump bara, Kedlin. Nei, er hann með varandi COVID, sko? Mér finnst það merkild þessi frétt en Zuckerberg og COVID. Þú veist, þetta er bara, einhver maður, auðkýfingur sem kemur og talar og þessi svona fyrirsögn þarna, regrets, og það er eiginlega ótrúlega margt sem maður getur. Sko, maður veit, fréttin er leimit svo margt. Hún er þöggununa, hún er samskipti Facebook og svona fjölmiðla við ríkisvaldið, hún er lýðræðið, en hún er líka bara samsæriskenningar og eitthvað sem að maður ábyrgð. Hún var einmitt samsæriskenningu gegn Trump. Þessi? Sem að Zuckerberg sagðist sjá eftir að hafa tekið þátt í. Það var Biden laptop. Já, er hann búinn að taka afstöðu gegn Trump, Zuckerberg? Nei. Hvorki með nema bara þessi frétt. Þetta hefði komið sér illa í kosningum fyrir Biden ef að þetta hefði farið hátt. Þess vegna var skoða niður í þessari frétt. Og því að Musk gaf út náttúrulega að hann væri með Trump í liði. Fjárhagslega líka þegar hann ekki að styrkja hann. Jú. Trump er búinn að einhvern veginn snúa upp á handlegginn á rosamörgum auðjöfrum. Þetta er erfitt orð. Hver ætli verið forseti? Þetta er fordómalausir tímar. Já. Fordæmalausir. Við erum svo erfiður áttavitin hjá okkur núna. Mjög svo. Það eru svo, og við þurfum svo mikið á því að halda að hafa réttar upplýsingar sem að okkur finnst þér að Já, réttar upplýsingar og líka neita þeim Óttastjórnin er svo mikil og rætt fólk er hættulegt fólk að það er það sem er erfiðast við þetta að Trump, fólki sem að styður Trump er rætt að því að hann er búinn að ala á ótta. Er ekki líka umræðan einmitt innflytjendur og einhvern veginn velferðarkerfi sem við sjáum líka á Íslandi einhvern veginn orðræðan að skella skuldinni á fólk sem að komi hingað til lands erlendis frá og þá einhvern veginn ertu komin með eitthvað sem við getum bent á og sagt bara já, ok, þetta er vandinn, þetta er ástæðan og þegar að mitt stjórnmálamenn eru bara dagstaglega að segja mitt að þú veist þau sem að komi erlendis frá sé einhvern veginn að ógna stöðu innfæddra, ef þú heyrir þetta nógu oft þá kannski nærðu að finna einhvern blóraböggul og bara já, ok, þess vegna duga peningurinn ekki út mánuðina því að pottið bara einhver þú veist, hælisleitandi sem fekk húsnæði einhvers staðar þegar það er ekki þannig. Já, það er þessi hugrenningatengsla milli fréttana líka eins og bara á einni síðu og milli maður kannski bara á 2 dögum fer maður á milli nokkra fréttasíðu og það er alveg merkilegt samhengi sem myndast eins og til dæmis þetta núna hnífstungurnar, það var náttúrulega mjög stórt mál eftir menningarnótt sko og þar var eiginlega strax næsta frétt hnífstungur sko þar sem voru innflytjendur í svona gengjum þannig að strax þótt að það væri ekki komið fram í íslensku Jú, það kom fram í fréttinni með á menningarnótt að þetta væru 2 palestínskir drengir sem voru í bílnum ekki árásamannirnir, heldur árásamæður var Íslendingur. Eitt strákur á Palestínu. Já, eitt strákur á Palestínu. Já, ég held það, já. Eins og það skipti einhverju máli. Já.
Mér er svo sérstaklega með í fréttum þegar að vera að taka til kannski, taka til, löng vika, taka fram, taka til, ég er að fara heima eftir að taka til. Hérna þegar að vera að taka fram í fréttum sko þjóðerni viðkomandi þegar að tengist, þú veist, glæpi með eitthvað, það er ekki að bæta neinu við, þú veist, það er ekki að hjálpa mér að skilja betur hvað átti sér stað. Þú veist, að vita þjóðerni, ég meina, maður þarf ekki að vita aldur eða hárlit eða, þú veist, hvað er það skrítið svona... Það sé ekki neitt svona verklag að tala eftirlit, sko, sem að var, fast mann einhvern veginn, svona bara gerir maður ekki, það er ekki verið að nefna í svona fréttum, er ekki nefnt... Sko, þetta er hatursglæpur samt. Já, ég meina, það skiptir máli ef fólk sem leitar, sko, sérstaklega kannski fólk sem leitar sko, vernd hérna skildi sko, verða fyrir árásum af skildum sökum og í heimalandinu þá ertu komið viðfangsefni það sem skiptir máli sko. En í þessum ég myndi alltaf aðra frétt sko, hérna, sem var ekki á listanum hjá þér og þetta er alveg stór frétt frá vikunni sem er að hérna, lögreglustjórinn á Suðurnesjum gaf það út að hann hefði á 2 árum núna áttfaldað þann fjölda fólks sem er frávísað frá landinu á flugvellinum á Leifsstöð. Já, ég sá þetta líka. 832% aukninga á hvað það var. Hann sjálfur, tók hann sjálfur? Hann njóta sko velvildar bæði ríkislögreglustjóra og dómsmálaráðherra í þessum aðgerðum og það eru þetta ákvarðanir sem að landamæraverðir takið hann hefur nú talað um þetta hérna Páll Baldvin einu sinni viðtal við Gunnar Smára sko hvernig það hafi verið tollverðir og landamæraverðir hér á framan af við upp og meiri 2000 sem að í rauninni sko lögðu línuna og framkvæmdu útlendingastefnu landsins með því að bara neita fólki inngöngu og það sem verður að gefa í þarna, þetta eru þá mörg hundruð manns á ári sem er núna hérna vísa frá landinu á flugvél og það er alltaf ekki komin út neinn tölfræði sagt, ástæður, upprunalönd í augnablikinu virðist ekki það eftirlit vera með því hvernig lögreglan beitir þessu valdi í sumum tilfellum hefur verið að gera með grunum tengslu glæpi, öðrum tilfellum ekki heldur einfallega óæskilegt fólk við sáum myndbandum daginn frá hérna sem var deilt á samfélagsmiðlum ég held að það veri svona vandræðalega grín sko, eitthvað þáttur frá Ástralíu þar sem verið að gera grín að óhæfu embættisfólki en svo reyndist það bara að vera heimildaefni sem að ástralski landamæraverðir eða landamæravarslan setur sjálf út á netið til að það sem sko þeir pikka upp mann á flugvöllinu sem eitthvað bersið dálítið undarlega, girðir sig skringilegi brók og er illa lyktandi og taka hann talið niðurlega hann alveg ræðilega og sko auka niðurlegingun auðvitað með að dreifur á samfélagsmiðlum og meinum síðan inngöngu í landið bara finna þess að hann var óæskilegur þannig að þegar lögreglan hefur þessar víðu valdheimildir og eitthvað loði við eins og óæskilegt fólk að miða við þá hefur maður haldið að þetta er mjög strangt eftirlit með því hvernig því er beitt Já, en talandi um eftirlit sko, því þetta er eiginlega eftirlit samt sem lögreglan er að framfylgja sem er einmitt svona þetta eftirlit með borgurunum, það er einmitt þetta neikvæða finnst manni og það virðist verið eins og það aukist heldur, þú veist, svona það eru komin margir eiginlega og eftirlit með umræðinu, það er hver er það sem er með eitthvað eins og þú sagði svona, núna varst með svona fingurna, Zuckerberg væri svona eins og að þagga niður í eða skrúa upp í öðru, þú veist, þetta er eftirlit þá með umræðinu og það er eftirlit með landamærunum, mjög sterkt eftirlit með landamærunum og það er eftirlit með þessu, hvað segir, óæskileg... Bara stýring, bara rosalega mikið beinhörð stýring. En mér finnst ofta eiginlega ruglast saman, þannig að þegar við erum að tala um eiginlega maður sakni eftirlit, skiljið bara svona faglegs eftirlits með ferðaþjónustu eða með bara á faglegum forsendum eða svoleiðis, að þá sé því ruglast, þá er sagt, akkur vilt þú fá eitthvað eftirlit? Eins og eftirlitssamfélagið. Já, eins og maður sé óska eftir einhverju eftirlitssamfélagi mitt. Þannig að hérna getum við ekki fundið eftirlit og stýring þá. Já, einmitt, já. Ég meina að stýring er náttúrulega líka þá, þú ert að stýra einhverju. Þægilegur útúrsnúningur að maður er að sækjast eftir eftirliti með valdhöfum. Já. Að spyrja þá á móti hvað vill bara svolítið vera að róta í skúfunum þínum. Myndavélar alls staðar, Stóri bróðir. Þetta mótuðu þetta, sko. Erum við ekki sammála um að þetta sé svolítið jafnvægislist? Það er eitthvað að. Við erum með dálítið mikið á túristum núna, útlendingum, eða bara farið í Laugardalslaugina. Þeir eru hættir að skipta sér af verðirnir, hvort af ýmsu sem var að skipta sér af þegar við vorum yngri, hvort fólk baða sig og þetta er bara eiginlega uppgjöf fyrir þessu. Það er orðið svolítið strekt þjóðfélagið á mörgum sviðum.
skrifa hjá mér hérna, sleppa því að fara í Laugardalslaugina. Nei, ég bara segi það er vinstrastu lögin og útlendingar eru velkomnir, ég er ekki að kvartna þeim, en það er eitthvað svolítið strekt kerfi og svo líka... En útlendingar, Þorgeir, þegar þú segir útlendingar, þá meinaru ferðamenn. Bara allir útlendingar eða ferðamenn. Og hvað við erum verða að fá með að við, maður byrjar á að tala ensku oft. Já. Þetta er eðlilegt að það séu eitthvað andóf gegn þessu. En við erum nú ekki eina landi sem er að eiga við þetta. Nú erum náttúrulega mótmæli á Spáni, á túristastöðunum á Spáni. Mótmæli gegn túrismanum. Við meðum ekki segja að það sé ekkert sem að þjá okkur. En ég er líka á því að við þurfum að passa okkur líka þegar að tala of mikið þessi hnífastungumál og vera að segja að við eigum ekki að tala, svona, ef það er ekki sagt, ef núna þegar einhver er barinn inn í miðbæ þá halda allir að það er útlendingur. Það þarf að rifja það svolítið upp, finnst mér. Allavega einu sinni þá var ég að segja útlendingum það að Ísland væri svona alveg draumadæmi fyrir Bandaríkjamenn að stúdera. Hér hefðum við alla þessa ljóshærðu morðingja. Við varum fullt af morðum og það var allt saman arjar og háum mættum og allir hvítir og við varum með rosalega mikið af fjármálasvíkum og það var engi gyðingar. Við fórum með þjóðfélagið á hausinn á nokkura gyðinga árið 2008. Í annars staðar þá halda menn að þessi glæpir svona tengjast þetta. Það eru bara svertingjar sem berja menn á beinstöðum og það eru bara hinur þessir og það eru georgíumenn sem gera þetta og svona. En við bara gátum séð allt ritrófið af allra handa nauðgunum og dóti. Mér finnst þess að sé nýlega að byrja að taka fram ef að gerandi í einhverju máli er innfæddur. Þú veist, allavega í minningunni að þá finnst mér eins og að hafi sérstaklega verið tekið fram ef að eitthvað átti sér stað slæmt og það var þá einhver sem var ekki fæddur hér á landi. En mér finnst þess að sé nýlega að byrja að taka fram og þú veist, það skiptir auðvitað bara máli dálítið svona samhengi. Þú veist, ef þú segir bara eitthvað, þú veist, einhver rændi búð, þá, þú veist, hlýtur það að vera fréttin en ekki eitthvað svona viðkomandi er Íslendingur eða viðkomandi er, eða þú veist, ég veit ekki, kannski líka erlendu bergi brotin. Emmitt, þú veist, það er líka gott samt emmitt eins og þú segir að sína samhengið að, þú veist, það eru innfæddir sem fremja afbrot, þú veist, það emmitt, það fer ekki eftir genum eða erðamengi hver er líklegri til þess að vera þjófur eða eitthvað svoleiðist, það er bara að þú ert. En kynþáttahatur á Íslandi og í Bandaríkjunum er ekki það þýðir ekkert að bera það saman, sko. Þetta er svo, þú veist, þetta er eins og egg og appelsínur bera saman, sko. Þetta er svo... Hvernig þá? Að því að, sko, kynþáttahatur í Bandaríkjunum er svo gegnsýrt, sko, það er allt öðruvísi viðhorf þar heldur en hér, að því við erum bara, sko, ég veit ekki, fram að, sko, seinni heimsstyrjöld, þá erum við flest öll hvít og bara í seinni heimsstyrjöldinni þá var bara lagðist ríkisstjórnin gegn því að það væri svartir hermenn sendir til Íslands til þess að menga ekki kynstofnin. Þú veist, þetta er svo miklu lengri saga hjá þeim heldur en hjá okkur. Þannig ég veit ekki. Mér finnst sjálfum þetta að vera svolítið merkilegt. Okkur tókst samt að vera með allt. En eitt sem við þurfum að passa okkur á, við hlífum dálítið innlendum mönnum. Af því að það er oft Jón hennar Gunnu eða eitthvað sem að eða Sævar Síselski, hann átti svo bátt og hinn og þessi, þetta er okkar, það eru allir og ég sjálfur lenti í því að vera barinn af stórglæpamanni og ég þori ekki að kæra hana því að ég veit alveg hvað hann er vel tengdur. Það er ekki gott. Þetta er bara alls ekkert óalgengt. En þarna er einmitt líka svolítið tvennt sem við erum að tala annars vegar svona rasisma í umræðunum og fréttunum þá skiptir það máli í samhengi og svona og svo bara eru þetta tekið svolítið fram eða finnst mér í kjölfarið kom mikið hvað bara ungt fólk á mikið gengur mikið með hnífa á sér og er svona ofbeldis sinnað og ég var einhvern veginn að velta því einmitt fyrir mér, er þetta svona... En þetta mér finnst, sko, ef ég má gefa álit mitt á þessu og ég veit ekki hvort þið séu sammála en sko eftir 11. september þá fannst mér svolítið fréttaflutningur breytast í það að vera svo fókusaður á svona ótta svona slæmar fréttir að svona óttastjórnunin varð einhvern veginn miklu meiri og mér finnst það í rauninni vera svolítið ábyrgð fjölmiðla að hafa í huga hvað þú ert að senda í stóra samhenginu
heyr. Ég er alveg sammála þessu, maður þurfa að sýna svolítið ábyrgð. Þeir eru ekki að spana upp ofstækið og viðbröðin eins og til þess mér fannst þegar hann vitleysingurinn í Útey drap fullt af fólki. Norðmennirnir bregðast alveg rétt við, þeir ætluðu ekki að fara að setja samfélagið á hausinn. Það var ekki minnst á hann, það var bara... Þetta var glæpmaður og það er þannig sem við tökum á þessu. En svo hafa menn ekkert hugsað þannig áfram í Noregi. En er ekki líka athyglin sem að sá sem beitir ofbeldi fær náttúrulega rosalega athygli og fær svona stjörnu umfjöllun. Sko ábyrgðarleysið í því að sko senda út frá sér frétt þar sem segir allir hinir krakkarnir eru með hníf. Einhver lesi þetta, krakki, áhrifagjarn, úrlingur og allir eru með hníf. Ég svo líka bara eina og þá er ég bara eitthvað skrýtin að vera ekki með því. Þetta er nú hrikaleg og líka þetta eins og þú segir, óttinn eflist svo að þú hugsa með fyrst að allir eru með hníf, þá hlýt ég að þurfa að vera með allavega piparúða eða eitthvað bara til þess að því það verður ráðist á mig og næsta, er þetta ekki meina svoleið? Þessi svona þetta er bara eitthvað þegar virðist vera svo við förum nú í heilan hring hérna að það sem hún myndist á fyrst með það að taka ábyrgð á orðum sínum og gjörðum. Mér finnst þetta að vera sér íslenskt, ekki beint. Þetta er í DNA-inu. Nei, að taka ekki ábyrgð á því sem að þú ert með. Þú verður að taka ábyrgð, fjölmiðlamenn þurfa að taka ábyrgð á því sem þeir senda frá sér, stjórnmálamenn verður að taka ábyrgð á því sem að þeir bera ábyrgð á og svo framvegis. Og kannski við erum með, þú veist, nánari greiningu, sko, það er kannski ekki endilega fjölmiðlamanna en svona einhverju leiti, þú veist, greining kannski ef það er aukin vopnaburður, af hverju, þú veist, hvað er í samfélaginu sem einhvern veginn kannski veldur því að börnum finnist þau þurfa að vera með hníf á sér, þú veist, er þetta ójöfnuður, er þetta vanlíðan, sem ekki skammsýni, að hugsa ekki aðeins lengra. Þú ert nú að berjast í borgarstjórn, búin að vera að berjast í mörg ár. Finnur ekki að það er mikil fyrirstæð bara til dæmis að hugsa forvarnir, leikskóla, að greiða leikskólafólki almenni laun til þess að sé hægt að ræða við krakka þannig að þeim fari ekki að líða illa. Passa allt börn, þú sé allavega hérna borði, þú veist, út mánuðin, alla mánuði, það verður svona fín byrjun, en hérna einmitt, þú veist, að því að það var verið að tala um sko drykkju úlinga menninganótt og við vorum með hérna samstöðun að ræða sko drykkju innan stjórnmálastéttarinnar og svo heyrum við fréttir einhverju könnun þar sem það er eitthvað að fullorðið fólk sé að drekka, ég man ekki alveg fyrirsögnina, en svona rauðflögg sem að fara, rauðljós sem að kvikna við að lesa þá könnun, þannig að auðvitað og svo erum við bara eitthvað, eru úlingar byrjar að drekka aftur svona mikið, bara hvað er í gangi, þú veist, hvað er fullorðna fólki að gera, þú veist, það er búið að hérna, svo í sletti normalæsa drykkju, þetta er einhvern veginn svona, ég ætla ekki að fáið hvítvín og þú veist, maður er búin að einhverjum vinnu hérna, tengdum viðbyrði og þá er bara eitthvað svona, já, hvítvín og rauðvín og þú veist, þannig að auðvitað þurfum við fullorðna fólki að spyrja okkur bara hvað eru við að gera? Já. Ég held að það verið eðlilegt samhengi, sko. Svo ég segi eitthvað jákvætt um þetta, en það hefur alveg gríðarleg breyting orðið á drykkju unglinga á svona 10-20 árum. Hvað honum minkað? Ég veit, hún minkaði rosalega mikið frá aldamótum allavega. Já, bara alveg hérna unglingur fyrir aldamót, þá eru börn veltandum í miðborginum hverja helgi í kraftgólum með landabrúsa, þetta er bara absúrt ástand. Það var nú að vísu frétt það að það hefði verið svoleiðis á menningarnótt. Svo er þetta frétti núna að það sé svona uppleið aftur aðeins, sko. En er það mikið að uppleið eða var það kannski bara þessi helgi sem var svona sýnileg eða? Ég bara þekki það ekki, sko. Eða var það kannski þessi unglingar ekki bara þöggur niður og við höfum ekkert talað um hana? Nei, hún ég veit það ekki. Minkaði mikið. Bara menn mistu áhugan eða urðu bara skynsamari heldurðu? Já. Ég bara veit það ekki, en allavega tókst þetta vel. Þetta er jákvætt, maður var jákvæður einsinni. Já, eitthvað gott. En ég er alveg sammálaði með þessa normaliseringu á áfengisdrykki, þetta gerir mig gráhærða. Ég er manneskja sem drekka ekki að því ég er ekki á snúrunni, þetta er bara val, en það er ennþá, það er alltaf spurt af hverju ekki og ertu á snúrunni eða ertu alki eða lelele. Gerðu eitthvað að þér? Já, hvað er að þér? Af hverju drekkur ekki? Það er bara, ég vel það bara og það er skrítið. Já. Það þarf að réttlæta það, frekar en maður sé að fá sér drykk í hádeginu á vinnudegi. Hvað hét það þarna sem þú sagði ráðan? Það er óeðlilegt fólk sem er fylgst með á landamærunum, sko, sem hann er búin að auka heimildina. Óæskilegt. Var það orðið?
Óæskilegt fólk. Já, það kom fyrir í fréttinni, já. Já, óæskilegt. Já. En það var líka eitthvað svona hugtök yfir hérna sem að það voru forrit sem voru einmitt fundir upp í eftir tvíburaturnana og það þegar terrorista trillingurinn byrjaði sko, þá var einmitt svona skilgreint þetta hvað var það, þessi eins og einhver furðufugl eða einhver sem furðulegur út úr norminu, óvenjulegur bara og svo svona spurningamerki hættulegur. Þannig að það að þú skulur ekki drekka, það gerir þig kannski svolítið svona furðulega svona skrýtna. Já. Getur þér terroristi. Er þið sama þótt ég drekki með þér? Nei. En þegar við vorum að tala um landamærin eftir og landamæra eftirlit og einhvern veginn, þú veist, mér finnst þetta orðið svo sýnilegt á flugvöllum, þú veist hvað, þetta er orðið rosalega svona sýnilegt, bara border control, sko, og ég veit ekki hvort það er lent í því, en ég var svo að fara, var að ferðast í sumar og svo einum stað, þetta var Kýpur, þá var maður að skanna vegabréfið og svo á maður að láta taka mynd af sér og svo prentar þetta tæki út eitthvað svona miða með öllum upplýsingum, bara hæðin mín og nafni mitt og kyni mitt og svo kemur svona mynd af mér og það er einhvern veginn svona X yfir myndinni og ég var að ferðast með mömmunni og hún er með alveg eins miða og hún bara, er X, af hverju er X yfir myndinni á þér? Ég eitthvað, er ekki X yfir myndinni á þér? Og hún eitthvað, nei, hvað er þetta? Og svo var lögreglan með alveg, þú veist, svona byssu og ég var bara eitthvað með miðan, bara eitthvað, á ég að fara bara með þetta og þú veist, þá var maður að sína vegabréfið aftur og hann alveg horfði á vegabréfið, horfði á mig, brostu, var alveg að horfa upp og niður, þú veist, þetta er orðið að mitt, þú veist, eftirlitið, sko, ég veit ekki af hverju það var X þarna á myndinni, Kýpur, þannig að ég er bara forvitin En óþægilegt. Þú veist, þetta er orðið svo mikið bara þá fer maður að hugsa bara, já, ok, ætlaði að sé eitthvað svona innbyggt bara vegabréfsmyndin lítur ekki út eins og myndin sem við tökum, það var athugasemd, eftirlit, þú veist, ég veit ekki, ég bara með þetta forvitnilegt, já, þú veist, hvort að margir sé lendi í þessu. Já. Auglýsandi því, margir. Þetta er náttúrulega óþægilegt hvað tæknin getur, eins og Facebook er hægt núna að segja manni hvar maður birtist, en hún þekkir andlitin á okkur. Getur fundið alla myndinar. Facebook er ekki hætt því? Jú. Er það? Þú getur ekki núna, allavega segir það ekki þér frá því hvar þú ert. Hvað meinarðu hvar þú ert? Ef þú ert einhverstaðar á mynd, einhverstaðar, annars staðar hjá öðrum. Já. Og gastu áður vitað það? Já, og tók hverju upp að þið áttu þessi að því hvað fólki fannst óþægilegt. Að það væri hægt að finna fólk svona. En og þetta er mjög jákvætt, við getum bráðum það að skanna öll fjölskyldualbúmið fólk sem við vitum ekki hvað er. En finnst ykkur ekki, mér veit eitt svolítið skrítið að tala um þetta svona eftirlits og þú veist, Rauða kross og hvað áttu að spyrja, skilur? Getur þú bankað þarna og spurt, má ég að spyrja forsendunar fyrir þessu? Sko, ég hef bara heyrt nokkur viðtöl, svona ég veit ekki hvort það er einhverja símaverkfræðingar eða tæknifræðingar sem segja já, núna þessir símatækni okkar, hún gerir það mjög auðvelt, gerir okkur mjög auðvelt að njósna og þessar upplýsingar sem koma fram held í samtölum, ég náði því ekki alveg, það eru seldar. Ég er búin að heyra nokkur sinnum, hafið þið ekkert heyrt svona? Jú. Eða allavega það sé mjög auðvelt, skiljiði, að nota þetta bara sem njósnatæki. Þetta er kannski ekki selt sem njósnatæki en þeir sem eru að selja einhverja vöru. Nei, þetta er alltaf ekki selt sem njósnatæki, en það er talað það, tölvunafræðingur og símafræðingar segja bara þetta er alveg furðulegt að við skulum ekki vera, og tölvunar og svona, við skulum ekki vera aðeins meira á varðbergi. Þú veist, fólk þekkir til sig, ég myndi aldrei vera með síman minn ef ég bara út af þessu möguleika. En þá, ef maður fer að tala um þetta, þá er svona eins og maður sé rosalega hræddur og paranoid og bara, þú veist, loka öllu og svona. Þannig að það kannski er mér svolítið skritt að ég var bara að þorir enginn einhvern veginn að tala um þetta, eða þorir við ekki að spurja, er eitthvað eftirlit með þessu eftirliti, skiljið? Er einhver að fylgjast með því sem ríkið sem er ábyrgt fyrir þessum tækninýjungum? Er það ekki þessi notendaskilmálar sem fylgja alltaf sem að örugglega enginn les og maður gerur bara eitthvað samþykki, þú veist, þegar við erum að skrá okkur
á einhverjum svona vefsíður eða Facebook eða allt þetta, þá eru þú veist notendaskilmálar og þá kannski ef að væri eitthvað svona eftirlit þá myndum við, og við myndum gagnrýna, þá kannski myndum við fá svörum bara, já þetta stóð nú í notendaskilmálinu, þú átti nú að lesa þetta, þú samþykktir þetta, bara hugsa upp átt. Þessu þannig, ég mann, sko, fyrir Snowden uppljóstrarinnar, þá heyrði maður svona, þú veist, í svona róttækum sellum, eitthvað, þú veist, fólk hérna var til fólk sem að, hérna, þú veist, skildi símana sína eftir þegar það fór á fundi, þú veist, að bara taka batterín úr þeim og svo framvegis, sko, og svona, þú veist, maður svona, ok, já, ég skil þetta svona pínu, þú veist, ertu viss með að þú getur ekki slakað þess á, sko, eitthvað. Þessi komin inn í einhverja James Bond mynd? Já, og komið, sko, þú veist, í þá þennan pitt, þessa kategóriu, sko, þá ertu svona í samsæriskenninga eitthvað. Svo kemur í ljós að það var allt satt. Bara, þú veist, það bara, hérna, ég meina, debattinn í Bandaríkjunum eftir uppljóstrun Snowdens, hvað ár var það, 2010 öðru hvort megin við, eitthvað leið, sko. Debattinn í Bandaríkjunum, hérna, snerist allir að eftirlitsstofnunnar þar væru, sko, að gera það sama gagnvart bandarískum almenningi og gagnvart útlendingum. Það er sjálfsagt að, sko, það væri, þeir bara gripu jafn mikið af netumferð í heiminum og þeir gætu til að geyma í databasi og greina og, hérna, og svo sé hægt að vinna með það þegar tilefni getur þótt vera til, þú veist, og það er bara, hérna, hvort sem er einmitt símtöl eða netumferð eða annað. Núna vitum við að þetta er raunin, við vitum að njósnastofnanir heimsins reyna að fanga það sem þeir geta af þessu efni, en erum ennþá, sko, einhvern veginn, það normaliseraðist með uppljóstrunum frekar en að það breytist, sem er hérna alltaf formilegt ástand, og normaliseraðist þannig að samt er það að tala um það, þó að við vitum að þessi tilfellið eitthvað sem hljómar svona, já, ertu ekki með dollið, þú getur ekki slakað þess á, ertu ekki að kóka það svo langt, eða þú veist, einhvern veginn. Jú, það er einmitt þetta. Þú ert ekki skemmtilegur, sko, matagestur, eða þú veist, hérna. Óæskilegur einstaklingur í matabóðinu. Nei, maður vantar líka, sko, svolítið að fara lengra í samsæriskenninguna, maður hefur ekki ímyndunarafl til að ímynda sér, betur hvað, þú veist, ég meina, hver ætti að hafa áhuga á hvort sem er þessu sem ég er að segja eða þessu, þannig að maður kannski skilur, hvað eigum að gera, þótt við vitum þetta, eigum að gera eitthvað í því, sko. Mér finnst við, allavega, þetta er alveg skrítið að við skulum vera að nota svona Facebook og Facebook skulum vera að stýra því hvað við mögum setja, hvað við mögum byrta í okkar eigin vefsíðum. Maður segir, hérna, er þetta íslenskt fyrirtæki og undir hvaða lögsögu er þetta? Get ég eitthvað að tala við þessa menn? Og þá, ef maður fær og tala við Facebook, þá myndi Facebook segja, hérna, við erum með samningu komissjónina, þeir eru búin að setja við erum á öllu Evrópska það sem er fjórfrelsi og við mögum starfa eftir þessum lögum og það var einu sinni þannig og ég var alltaf lengi vel mjög jákvæða gagnvart Evrópusambandinu, það væri svona dálítið stórveldi sem að passaði upp á væri mannréttindastofnun passaði upp á neytendalöggjöf og hún var alltaf það var alltaf verið að setja til dæmis að breyta í þannig núna fær maður að samþykkja það með í njósnum maður fær ekki að skoða vefsíðuna fyrir maður búin að segja jú, þú mátti njósnum mig setja á mig cookies og þetta allt saman þetta er maður vanur að Evrópusambandi var að hugsa fyrir mann og hugsaði já til mig og setti jafnvel mikla sektir á bandarísku fyrirtækin þegar þau fóru eitthvað fram úr sér við eitt og annað en núna er ég svolítið tortrygginn gagnvart Evrópusambandinu það sé sjálf með svona hvað? Njósnir okkur og stýri umræðunni og hérna ég vildi að við þurfum kannski sjálf að taka svona okkar eigin völd yfir þessum við, þá meinarðu Íslendingar, já, það er ekki það að vera í Evrópusambandinu eða Evrópska efnahagssvæðinu, það er ég veit ekki alveg hvað finnst ykkur það? Finnst ykkur að þið fá einhver vernd út úr því? Í Evrópusambandinu? Já, ég held að það sé verið þeir séu að passa upp á upplýsingalöggjafir og annað. Ég veit að það er sko sama hleðslutæki núna fyrir síman minn og hérna Já, alveg frábært, það kom frá komissjóninni. Já, sem er frábært. Alveg frábært. Sama hleðslutæki og sama stykki til að hlaða alla snjallsíma og tæki með ákveðinu hérna þannig að hvort þú veist, við erum með eitthvað fleira hvort það er hárþurrka sem nota sama bara frábært sko að spara Þetta er nú allavega gott Evrópusambandið og ég er ekki bara að grínast samt sko Nei, það er eitthvað gott hérna,
Ég hefði ekki viljað bíða eftir því að Framsóknarflokkurinn afgreiddi starfsleyfisumsókn Google á sínum tíma hvort, þú veist, eða þingumræðunum hvort almenningur hefði eitthvað svona leitarvél að gera ég veit ekki hvort þið treysti innlendum stjórnmálum alveg til að díla við það, sko. Nei, þetta er aðeins erfið umræða og svona, við erum þetta alltaf margt, en sko, við erum eiginlega tíminn að hlaupa frá okkur og við erum nú svolítið þreytt líka, svona pínulítið, það er svolítið föstudagur í manni sko og það er svona undir lokin hvort að áður en þið segið mér bara hvað þið eru að fara að gera, þá er einhver svona sérstök frétt sem að Ólympíumót fatlaðra og... Mér finnst Jason. Já, Jason, við ætlum einmitt Sólveig Arnarsdóttir ætlaði að vera hérna með okkur og segja okkur einmitt frá samstöðufundi Jason. Hún flutti erindi þar en hún er kannski líklega með COVID. Þannig hún, já. Bara ungur strákur sem er með mjög sjaldgæfan taugahrörnunar sjúkdóm og bara einhvern veginn að þetta sé framkoman, þú veist, það er bara ótrúlegt að standa til að vísa honum úr landi. Þú veist, mér finnst þetta bara... Og það er búið að vera margir samstöðufundir og það er búið að vera mjög margir sérfræðingar á þessu sviði hans sjúkdóms og mannréttinda fyrir mér. Það eru bara svo margir sem hafa verið að reyna að veita eitthvað viðnám sem virkar svona eins og eitthvað jákvætt eftirlit borgarana sko. Sko ég er búin að lesa alla fréttinar þennan litla dreng og ég hef hvergi fengið svör bara af hverju er ekki hægt að veita þeim vernd. Nei. Það hefur aldrei einhvern veginn hvað er að stoppa nákvæmlega? Það að geta vísað honum úr landi. Það er bara einhvern veginn stefnan sem að þau segja þá sé greinilega ég er samanlega sko. Já, það er ekki þetta svar sko. Það eru borgararnir sem eru að reyna að koma og sérfræðingarnir að spyrja og það virðist ekki vera svar, það er bara þetta leyfi, við erum með leyfi og þetta er búið ákveðta. Reglana vegna. Vikið, ef þú myndist það áðan, sko, kerfin hérna væru svo strekt og það væri skiljandi að kemja eitthvað viðbragði og framvegis. En þannig eru sko, stjórnvöld bera ábyrgð því að beina og stjórnvöld og óprúnir aðilar á við Morgunblaðið og fleiri að beina sko, þá einmitt spennu sko, þessa strekta kerfi, segjum það einhver leiti sem að er það vegna 2 milljóna túrista á ári og að sko, fólki á stærðum sem hafa bara ekkert með það að gera. Og að það er orðað er ekki mótmæli eins og í Barcelona gegn túrisma sem væri kannski bara tímabært eða að minnsta kosti einhver sko ástæða til heldur sko er þá sko sú gremja eða spenna farið það sem það endar með sko einmitt þetta barn sem skotspæni og það sjá það allir og það misbýður öllum og stjórnvöld halda þessu til streitu þar sem sko löggjöfin hingað til hefur allavega aldrei sko lagt þessa skyldu á herðar stjórnvalda að brottvísa heldur heimilað brottvísanir ráðherra getur auðvitað gripið inn í kjærnasum og það að halda þessu gangandi svona virðist varla geta verið til margs sem annað en að vilja venja almenning við grimmd. Ég veit ekki af hverju, ég veit ekki hvaða augnamiði, ég veit ekki... Grimmd og vald bara, það er alveg sama hvað þið segið, alveg sama hvaða sérfræðinga og hvaða mannúðarsjónarmið. Vald við stöndum alltaf fram með fyrir ykkur valdi, sko, en það er þetta umframmagn, sko, þegar þú komið með, ég meina, þessu grimmd. Það er ofbeldi, talaðu um ofbeldi, þarna er ofbeldi. Og þetta er svo... Er þetta bara þrjóskukeppni? Barnið er svo berskjaldað og það er svo ljóst. Er engin leið að halda þið fram að þarna sé verið að misnota velferðarkerfið á Íslandi? Nei, eða eitthvað sem við þurfum að verjast gegn líka. Nei, eins og Haukur segir, þetta er einmitt mjög, þess vegna spurði ég nú hvað þið varst að tala um sundið og útlendingana því við náttúrulega bara höfum kannski, við tölum um útlendinga og gesti, eins og við tölum um eftirlit, við höfum stundum bara kannski eitt orð um eitthvað mjög ólíkt fyrirbæri og þetta er rétt, þetta rugglast svakalega oft andúð fólks á ástandinu á Íslandi bitnar á fólki sem er á flótta og á bara hvergi höfði sín á halla og raunverulega hefur samkvæmt mannréttinda lögum rétt á að koma hérna en svo er það, en raunverulega kannski gremjan hefur safnast upp út af hinu af því að það eru svo eftirlitslaus ferðatúrismi og það er ekki sem einhvern veginn
tekur ábyrgð á því að þá kemur aftur að stýra því, sko. Það enginn sem einhvern veginn gerir það á skynsamanhátt. En hvað ætlið þið svona ætlið þið að vera borgarlega virk helgina? Vera svona... Alls ekki. Ég ætla að fara upp í flugvél og ég ætla að fljúga til Spánar. Og taka þátt í mótmælum? Nei, ég ætla að taka þátt í niðurhölun D-vitamíns og brenna kannski svolítið. Ég ætla að liggja á bakast eins og svona heitu grautur í sundlaug eitthvað staðar á Spáni. Jæja. Það er planið. Góða ferð. Takk. En þú, Sanna? Herði, taka til. En kannski ég hætti með eftirlitið gagnvart sjálfur mér og kröfuna að vera alltaf reyna að vera með hreint heimili og kannski skella sig bara í sund eða eitthvað. Það er ekki gott fyrir sálina. Ekki Laugardalslaugin. Skella sér í sund með öllum eftirlitslausu ferðamönnunum sem þú sér ekki. Sápa mig vel. Já. Þannig að þið eru að fara í vatn báðar, kannski, hugsanlega. Sjóinn og sundin. En þið piltar svona, ætlið þið eitthvað... Ég er í fæðingarorlofi og við höfum það á dagskránni að fara á morgun í fyrsta sinn ef veður og gosmengun leyfir með barnið kannski niður í fjölskyldu húsdýraferð. Já. Það geti gerst. Nú. Það án að rigna næstu vikur. En þetta veldur á alls konar skilyrðum sem það þarf að horfa til, já. Þetta er ekki svolítið álag svona þegar það er eldgos og gosmengun að vera með pínulítinn unga? Já, það verður svona ákveðið púsli. Kom gangandi hingað af... Það hafði með það að gera. Ég ætla ekki að gera þá stuttusögur langa. Já, en nei, það er ekki ef ég segi nei, þá mun mamman kannski skamma mig að segja ég held að finni álag. Já, ekki álag. Ég meina bara, þú veist. En ef ég segi já, þá hljómar eins og ég get ekki monta með því að það er litla álagi sjálfur. Hvernig kemur vel út úr þessu? Við skal bara spyrja upp á nýtt. Ég skal taka skófluna, komdu með skófluna. Ég skal segja bara, er ekki gaman að vera í fæðingarorlofi, Haukur? Það er það. Börn eru blessun. Það er áskorun, væntanlega, en ánægilega. Þú, Þorgeir? Ég ætla að taka upp á kartöflugarðinum sem ég og kærastan erum með frá Reykjavík og borg sem alveg svakalega skemmtilegt. Og ég ætla að finna mér kartöflu uppskrift. Ég var með svona kramda kartöflur, fann svoleiðis uppskrift sem að ég eldaði fyrir okkur og var mjög vinsæll af daginn og ég ætla að reyna að gera eitthvað svipað aftur og en núna strax á eftir þessu viðtali þá ætla ég bara að fara beint í Laugardalslaugina, ég er með sundandi með mér og vera almennilegu við alla útlendingana og hjálpa þeim að opna skápana og loka og komast gegnum hliðin og segja þeim hver einn laugin er og þetta allt saman. Bara vera mjög almennilegur. Já, góðu gestgjafi. Reyna að bæta upp þetta sem ég var að segja að það væri ónæði af þeim. Það er líka gaman að hafa það. Já. En hvað ætlar þú að gera helgina? Já, ég svolítið eins og Sanna, fyrsta sem ég dettur í hug er að fara heim að taka til. En já, ég ætla að gera það nú ekki, en ég ætla líka að gera eitthvað svona, hugsanlega að fara aðtók hvort að maður geti notað þetta orð þarna helgi, að það sé svona eitthvað sem maður eigi að gera eitthvað annað en að vinna og Viltu koma með mér til Spánar? Það er gott, vel er boðið. Þið megið öll koma með mér. Tróðið ykkur í handfarangurum minn? Nei, ég ætla ekki bara gott að fara bara yfir heiðina eða eitthvað stutt, fara eitthvað stutt ferðalag út á land. Mér finnst það vera svona alveg svakalug lúxus. Nei, hvað veðurfræðingur segir, það verður rigning næstu 10 daga á Íslandi. Nú, já. Það má ekki. Hvað er það verði? Það verður rigning næstu daga á Íslandi. Þannig. Takk ykkur kærlega fyrir komuna hérna í vikuskamtinn. Við erum búin að afgreiða nú nokkra fréttir. Við erum búin að líka fara yfir ýmsar aðra fréttir sem voru í fréttamiðlunum þessa vikuna og ég held kannski að bara maður verði eiginlega meðvitaðri svolítið í fréttalestrinum eftir þetta spjall okkar svona. Mér finnst það. Það hafa komið hérna fram svona nokkrir lyklar sem hjálpa manni til að vera meðvitaður þessar upplýsingar sem að
sem að við erum að meðtaka og svo líka fyrir maður að hugsa hvað maður að gera, maður auðvitað að reyna að upplýsa sig sko, maður er eitthvað svona krafsa eins og moldvarpa einhvern veginn í þetta á þessa skjái til að reyna að fá þessar fréttir en við erum víst að reyna að skilja heiminn og og reyna að bæta heiminn líka eins og þú að fara í sundið og bæta sig. Þorgeir Sigurðsson, rafmagnsverkfræðingur og málfræðingur og Haukur Már Helgason, rithöfundur og faðir og Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins og mannfræðingur, Rebekka Atla Ragnarsdóttir, rithöfundur og listamaður, góða ferð til Spánar, komdu heil heim og góða helgi og takk kærlega fyrir að vera með mér hérna við Rauðaborðið á þessum föstudags eftirmiðdegi og áhorfendum og hlustendum þakka ég hjartanlega fyrir að fylgja okkur eftir og vil minna á að við verðum hérna líka helgina og í næstu viku og á hverjum degi með svona að reyna að búa til gagnrýna, opna umræðu þar sem að það er enginn sem er að þakka neitt niður, reyna að þora að tala um það sem er óþægilegt og líka tala um eitthvað sem er skemmtilegt og reyna svona að halda eldmóðunum og ástríðunni í umræðinu líka. Og svo vil ég nú minna á líka að það er gott að svona huga að því að það er mikill styrkur í því ef að þið sko deilið kannski einhverjum stiklum sem þið finnið og bendið fólki á ef þið heyrið eitthvað skemmtilegt sem á sér stað á samstöðinni og svo mættu við líka styrkja okkur með fjárframlögum ef þið eigið nokkurs kost. Það er svona hægt að íta og takka á samstöðin.is sem stendur áskrift og verða svona jafnvel hlutað eigandi þessarar svona og grasrótar fjölmiðlunar. En svo segi ég bara góða helgi og gott kvöld og takk fyrir og ég heiti Oddný Eir og sko ég ætla nú að geta þess að það er ekki hægt að gera neitt hérna nema Laufey Líndal Ólafsdóttir og Pétur Fjellsteð séu á tökkunum og í kvöld var það hún Laufey sem að hjálpa okkur að varpast út í umheiminn. Takk fyrir.